Í dag ætlum við að nýta flugu sem kemur upphaflega frá Bandaríkjunum og gengur undir nafninu Hikas SOS. Ég er nokkuð viss að það sé hann Kristján Friðriksson Foss sem á heiðurinn að því að kynna þessa flugu fyrir okkur Íslendingum, en ég man að minnsta kosti fyrst eftir að hafa séð hann nota hana með góðum árangri. Og þetta er frábær fluga og við erum með krók númer 12 gröppur og silfurkúlu, en þó að þessi sé númer 12 þá má alveg nýta hana smærri og 16, eða 14, 16 og jafnvel 18 skila góðri veiði. Nú við notum svartan þráð, festum hann niður og í skott á þessa flugu notum við svartan hana eða hænu, og í þessu tilfelli er ég með hænu, og hann tökum við bara nokkra fanir af fjörunni. Skottið þarf ekki að vera eitt sérstaklega stöndugt og jafnvel á ég það til að sleppa skottinu alfarið á þessari flugu. Festum það niður cirka svona. Það er ágætt með þessa flugu að reyna eftir fremsta megni að halda búknum hérna eins grönnum og hægt er og geyma það til að mynda að fara upp með þráðinn og festa niður restina af fjörunni. Geyma það þangað til að við þurfum að færa hann upp aftur áður en við vefjum silfurvírinn fram sem er mitt næsta efni í þessa flugu. Í stað þess að hnýta niður silfurvírinn hérna fremst og vefja hann alveg hérna aftast, það sem er ágætt að hnýta niður akkurat hérna þar sem að skottið byrjar. Taka svolítið vel á þræðinum en þó passa sig að slíta hann ekki. Þessu tilfelli er ágætt að vera með góðan þráð. Svo vefjum við vírnum fram. Nú, hverju þessi fluga og líka eftir er ekki gott að segja, en hverju líka er svo sem eftir allar þessar flugur, svo krókurinn, bleik og blá og heimasætan og fleira. Nú, vænghúsið í þessari flugu getur verið úr ýmsum efnum, en reglan er þó yfirleitt að það sé rautt og það er hægt að nýta það úr glóbrætt númer 4 til dæmis sem er rautt. Þá er það útfjólublátt og glansar fallega í sólarljósinu. Við ætlum að nota rautt tinsel og mér finnst það koma ágætlega út. Klippum við ansi duglegan spotta og leggjum hann saman nokkrum sinnum. Fyrir mér er þessi fluga svona fluga sem ég gleymi iðulega og er oftast með í boxinu, en hún er aldrei, þori ég að fullyrða, hjá mér fyrsta fluga undir.
en hefur bjargað ansi mörgum ferðum eitthvað síður. Það er ágætt að láta vænghúsið nema við broddinn á króknum, cirka. Þóraxið ætlum við að nýta úr svörtu íkornadöbbi SLF, frábært efni. Það má vera úr flosi eða einfaldlega bara þráð. Það er nýtara í sjálfsvaldssett. Mér finnst svona skemmtilegt að kemur aðeins meira svona líf í þóraxið þegar maður hefur þetta úr döbbi. Það er reglan þegar maður döbbar, að minnsta kosti þessu regla sem ég fylgi, það er að setja lítið í einu, bæta það við. Svona, nú er þetta eins og jólaskraut hérna, það gerir ekkert til. Leggst það svona fram. Nú síðasta efni sem við bætum við fluguna áður en við klárum hana er svona flasabú. Hvað er það? Þarna, perlu flasabú. Það má nota ýmsa liti í þetta. Það er ekkert, engin regla held ég á því. En ég klippi einn þráð af. Legg hann saman. Hnýta niður á hliðinni sem er nær mér. Held honum aftur meðan ég festa hann niður með þræði. Áður en ég klippi þá dreg ég rauða tinseli fram. Svo klippum við flasabúið svona cirka 5 mm frá flugunni. Þetta virki eins og einhvers konar vængstubbar. Það var ekkert eftir nema að gera hnútinn góða. Og í þessari flugu hef ég leikið mér stundum að ég að setja UV-resin ofan á vænghúsið, ofan á tinselið. Það kemur skemmtilega út og UV-resinni virkar sem svona hálfpartinn eins og stækkunargler ofan á tinselið. Þetta er bara venjulegt glært resin. Þægilegt að vinna með það í þessu verkefni. Það er hægt að fá þetta lím í mismunandi þyktum. Eitt dropa á nálina.
lítur þetta svona út. Og við herðum með ljósinu. Nokkra sekundur. Svona. Þá er Hika SOS tilbúin og klár í bóksið. Takk fyrir mig.